Ertu þarna eina leikari?
verðlaunagetraun sem að JC-klúbbarnir í Breiðholti, klúbbarnir Öruggur og Samvinnutryggingar efndu til nýlega. Hvar ber að sýna sérstaka varúð í akstri? A. Þar sem ófrískar konur eru á ferð vegna uppmáls. B. Í nánd við skóla og leikvelli þar sem að börn eru eða gætu verið að leik. C. Þar sem mikið af fögrum konum gætu verið á ferð.
Tilefni umræðnanna var skýrsla jafnréttisnefndar Reykjavíkurborgar. Þar sagði borgarfulltrúinn okkur eftirfarandi: Það hefur til dæmis ekki verið rætt um það hér, sem ég held að við þurfum nú ekki að deila að stúlkur, piltar, börn og unglingar og fullorðið fólk, að það hefur jafnan rétt til skólagöngu hér á landi. Stúlkur hafa nákvæmlega sömu möguleika til að ganga í framhaldsskóla og ljúka prófi eins og karlmenn. Annað sem ég vildi draga fram hér er það að, og ekki hefur verið minnst á, að við vestlenskt karlmennirnir í þjóðfélaginu, það hef ég reyndar gert á vissu aldursskeiði. Við tökum nú yfirleitt að okkur erfiðustu og óþrifalegustu störfin í þjóðfélaginu. Þetta losnar konurnar. Það er mikið á sést. Veistu hvað klukkan er? Veistu mín ástkæra spurði einkona, þú spyr mig aðeins í hvert einasta skipti sem ég kem heim til mín. Veistu hvað klukkan er? Veistu hvað klukkan er? Nei, ég veit ekki hvað klukkan er. Ég hef aldrei séð klukku. Ég kann ekki á klukku. Segðu mér, hvað er klukku? Fyrirgefðu. Þú veist bara ekki hvað þetta fyrir var. Mamma sagði þetta alltaf þegar ég kom heim. Veistu hvað klukkan er? Veistu hvað klukkan er? Ég hef svo langt að mér fannst ég vera örskolega maður eða landskapningur að því ég hafði ekki og vísa hérna á nefnum sem gengur hringinn. 12, 3, 6 og nú er þessi tilfinning að færast yfir mig aftur. Ég er að færast aftur á baki tíma til þeirra ára sem ég var fullkomlega klukkulaus maður í álfar. Ég er að verða yngri og minni á minni. Hálf komið tími til að... Tími kemur það. Ingólfur, hættu þessu. Reyndu að stækka. Ha, hvernig verður það? Reyndu að stækka og skilja ég ekki mamma þín. Ég móði barnana þína. Inn á, ég sitja fast. Ég komist á spora. Og þetta er þriðji dagurinn í þessari viku sem ég getur svo tíma. Og þú ert búin að lofa að koma snemma heim og halda krakkana svo ég geti fernir á safn og lesi. Ég veit það, ég var búin að bíða svo lengi eftir þessu viðtali og svo hringdi hann aftur. Sama saga. Ekkert geta lesið eftir í dag. Þetta er þriðji dagurinn í þessari viku sem ég geta svo tíma. Hvað er barnið mér? Stela hún veik. Já, ég var búin að glemma því. Er hún ekki alltaf veikur sem manneskja? Getur það verið að hún sé bara heilsulaus og ekki bara byggja stömm? Það veit ég ekki. Líklega má það einu gilda. Í hvorugu tilfellinu birtist hún hér. Hvernig geturðu setið innan mann þetta djöfulsins róða hér? Og hvað annars þarf á þetta djöfulsróðari að vera hér? Já, geturðu sagt mér það? Ég ætti kannski að fara heim til arkitektsins og fá að strega gott inn í það. Hann hefur kannski pláss fyrir svona lagar. Svona við vitum í staðir á það þáttum við sannaði. Mamma er myndi. Kíktu á sama tíma og í gær. Það er venjulega. Þetta er venjulega, tala um þig. Það er sem ég heiti þér, fremur að væri dauðu. Hvað veit hún ef við verðum liður á málsmeði hinum megin? Það efast ég um. Ég hef sagt það að upptakun hætti hinum megin. En maður er yðurist. Hún gæti nú einstakka sinu líklega, til síðast sleppi. Og væri nú ekki nema einstaka dag. Það er fyrstu lofmikið sem helst. Síðast sleppi. Ok. Séð daginn. Bæði komin yfir og hún heyrir ekki þér frekar en fyrir daginn. Þarna gisti ég. Loksins grænum völlum paradísar. Rétt að lukka stýrur jarðins svo verður. Svo himneska frið. Þegar sendir bróði kemur fljótandi. Inga, tengdamóðir þín er í miðlinu. Hún vill tala við þig. Og ég er dregin í samband við það myrkvast á jörðinni. Og ég heyr hann að kalla. Já, við komum að byrja þér. Hvernig er það? Það er að borða. Við erum að karta fótunum. Ég fyrir rusl. Það þyrmir yfir mig að segja ekki. Því mér hefur láðst að kynna mér hvort þér sé þetta
veit ég er ekkert ofgóða. Segðu mér hvernig þú hefur það. Segðu mér hvernig við höfum það. En hún veit að ég er að reyna að lesa. Þú ert barnlaus. Vegna mamma. Það er allt. Ég er að gefast upp. Komum svo langt á eftir að sjanskinn á að prófa nokkuð tíma. Ég er nú svo reykjum uppstökk, svo geðvond. Ég er að drepast úr þeim. Nú vonast til að við gleymum ekki afmælisdegi föðurins. Miðvikudaginn? Skárri. Nei, honum hefur lofsér Guði ekkert batnað. Góði, láttu ekki svona. Þú veist jafnvel og ég að hann er krónískur sjúklingur á tómri þærlegaðar. Sérðu hún hafi einhvern hugsun? Nei, hún var ekki annað. Nei, hefur ekkert annað. Er henni eitthvað ómulegt að mæta á miðvikudaginn? Jú, allir það ekki. Ég hafi nokkuð annað fundið. Hver karlmaður myndi verða fyrstur til að frelsa konuna ef hann teldi að það gerði hana hamingjusamar? Halló. Já, sæl. Ég held að vera búin að hringja í þig en ég tengdi það nýbúin heim. Ha, ég átti áríðandi viðtal við mann. Já, mann sem ég fá ekki nafngreina. Hvað segirðu? Varst í badminton? Strax? Já, það er ekki áður en við tíma sem tekið þið. Ég? Nei, ég má ekki vera þig fyrir Ísstrani kominn. Hvað voru tilbúið þar? Já, þú áræðanlega fín. Hefur ekki veðja á hana? Ó, heldurðu það? Hvaða kaup heldur hún farið fram á? Jú, það er satt. Er það þá ekki eina úrræðið? En verður hún svo still? Þú segir það. Ég þarf að minnsta kosti manneskju sem getur séð um erlenda bréfaskriftir og þá er svona hægt að hækka það einhver. Nei, jæja þá, vitaskuld hef ég enga löngu frekar að þú að fleygja peningum og lögum. Breytum auglýsingunni. Auglýsum henni skútinu, eins og þú sagðir. Kvenstúdent með réttritunarkunnáttu óskar til algengra skrifstofustarfa. Fínt. Já. Blessaður. Ætli það verða sömu skrifstofustúlku? Já, fyrst að minn, já. Tími ekki að nota og tími ekki að fá fyrir kaup. Það er ekki spurning um að tíma ekki. Nota láglauna við að byrja fórsins. Líka, veistu hugsað um að þú kemur með ásakanir? Ég borgar laun með öðrum og ég get ekki farið fram á ígjöldu tap á samvinnu um mig og ég hef sjálfur ekkert efni á öðrun að hafa samvinnu með hann fyrst og sinn. Þá er þetta skynsamlega hún tapi. Hún tapar ekki, hún fengi ekki herra kaup annar staðar. Hei, það fengur áræðanlega ekki. Hún gæti ekki halda mig líki í þetta tali eins og ég á mígjöldi. Hvað sagði hann? Og hann sagði við skildum að ráða stúdínu. Þá fengjum við málakunnáttuna gratis og ef þetta væri klár stelpa þá sett hún sig inn í bókhaldi eins og skot og verði vélrið. Hann sagði líka að með tímanum er þetta fyrsta flokks vinnukraftur án þess að hún gerði sér nokkuð tíma grein fyrir því sjálf og þess vegna er alltaf hægt að halda henni niður í kaupi. Og það hörmulega er að þetta er satt. Hvernig getur fyrsta flokks vinnukraftur verið svona snjór þegar meiri gildir að ræða? En þú sjá ekki meira en haldið. Og sér. Ætli setja sig ekki frekar inn í fólkina. Fólk vil ekki horfast í augu við þess að það sér. Breyta samkvæmt því. Breyta í fólk. Hvað vilt ég gera? Ígjaldum? Má ekki tapa þinni siðferðiskennd. Já, það er líkum upp í að tefla. Við getum eins gert okkur grein fyrir því. Og þú veist sjálf hvernig efnahagskerfi þessa lands er byggt upp og hvernig á ég að setja á stofn fyrirtæki öðruvísin á grundvelli þessa efnahagskerfis og innan ramma þess. Ef ég ætti að hækka laun þessara skrifstofstúlku umfram það sem við gert ráð fyrir, þó væri ekki nema 5% og sú hækkun myndi lenda á mér einum, það er þetta því. Þá verði sko ekkert fyrirtæki sett á stofn, en minnst hvort ekki sem heiti geti því nafni. Heldur þú að ég fengi einhver sérstök fríðindi hjá bönkum og lánastofnunum fyrir að hafa orðið fyrstur manna á Íslandi til að hækka laun skrifstofstúlkna eða leiðrétta launamisrétti
borða og drekka og svo þið flóknir. Var þetta árangur? Já, við gengum frá þessu í morgun. Þetta alltaf uppleið. Við gerum með góðar vonir framhaldið. Við erum á... Það veit Guð að ég myndi þykja að vera einhvern heima. Get einhvern tímann frjálst höfðu stróki og þurfi ekki verið að brjálaða þig. Þetta losna við áhrifir á flestri og heim. Þá þarf að bera þetta. Ég er svo betur, ég vil ráða þig sjálf. Margt. Ég myndi líka líða betur ef þið gæfist tími til að taka. Okkur myndi öll líða betur ef við ættum nokkuð heim. Ekki að blanda sig. Óþrif. Hver var það aftur sem sagði að óþrif væri ekkert annað en efni á röngum stað? Bækurnar eru á röngum stað. Ergo bækurnar eru óþrif. Ég hvernig líður þér með þetta ræður þessu? Ekki ræði. Ég var valdi lagabókstafa, reglugerða, duttlunga og fordóma sem í tímans rás hafa laumað á sig dulargervi náttúrulögmál. Ég er jafn ekki náttúrufyrirbæri og jörðin sem mig langaði til að kanna. Og ég hef ekki líðandi stjörnugemsins til að snúast í. Ég snýst hér. Myndi kosti hérna. Séu það að redda manni láni, þá getur maður ekki bara allt í einu staðið upp og sagt ég er nú að bara einhverja krakka. Þetta er mamma dauðlangt í þessu. Langt. Og ég langaði til að halda fram að læra þetta eina sem ég langaði. Hvað vil ég gera? Ég get ekki bæði verið hér og þar. Ég get ekki bæði verið faðir og fóstur. Og ég get ekki bæði verið móðir manneskju. Hér er ekki bæði og. Einungis annað eða Ég er herra Anakon. og ég er frú Eva. Ég er viðskiptafræðingur. Ég er gift kona. Ég er að setja á fót innlenda snyrtivöruiðnað. Ég er tveggja barna móðir. Ég er dugandi og atorkusamur og með eingöngu landsins í ekta verður þjóðin að vera fyllilega samkeppnisfær í hvers konar iðnaði. Eins og eyðir þjóðin 30 milljónum að gjaldeyri á ári í snyrtivörum. Ég er tveggja barna móðir. Ég er gömul. Allar mæður eru gömul. Ég afla fjár. Ég eyði því. Ég geri stórfelldar áætlanir fram í tímann. Ég skúra, skrúbba og baka tertur. Ég hef reiknað út að ég geti sparað þjóðinni 10 milljónir að gjaldeyri á ári. Ég hef reiknað út að laun geta verið 4. Á tertur. Ég tel að við ættum að geta aflað íslenskum snyrtivörumarkað erlendis. Ég tel að neðst eigi að vera öskulag. Ég meina möndlulag. Minnsta kosti í Evrópu. Þar næst svampur Jafnvel í Ameríku. og svo marsipan. Eftir 5 ár ætti ég að vera komin á toppinn. Og eftir Marins. Hvað voðalega eigra peningumanneskja? Hvað kostar þessi þetta eiginlega? Heilt líf í góður minn. Heilt líf. The best of all possible worlds. Hvað sagði þetta maður? Walter, ertu búinn að hrista kokteilinn? Já, hann er perfekt. Allt er perfekt. Veistu að þetta eru bestu stundina þeirra. Allt er tilbúið og það er smá svigrúm til að bíða eftir gestunum og hugsa allan hennar ljúffenga mat sem maður á að fá. Og vínið. Mjúk eins og silki. Það er svo gott að geta slappað af. Hvar eru krakkarnir? Krakkarnir? Heldur að þau séu heima núna þegar hún er á fólki? Á ég nú bæði að... Úrslas er þetta, ég spurði bara. Við erum bara reglulega heppið með þessa nýju barnfóstru, skal ég segja þér. Hún kvartar aldrei þegar ég biðja um að lofa krakkanum að gista. Ég veit ekki hvernig við færum að ef Ég er svo sannarlega ekki að kvarta. Mér veitir ekki að frið og ró. Það hefur verið erfið törn. Nú er það líka afstæðið. Bara umbera kallan í kvöld og gefa þeim nóg að borða og drekka og svo þið flóknir. Var þetta árangur? Já, við gengum frá þessu í morgun. Þetta alltaf uppleið. Við gerum með góðar vonir framhaldið.
elskan, hvað þú er að gera í dag? Ég var út búið að veistluna. Hvernig lagið? Það er svo erfitt að fá salat. Ég pantaði það í fyrra dag. Þorði samt ekki að hann fór í bæinn strax morgun klukkan 9. Það er betra að hafa tíma fyrir sér en það þarf að hugsa eitthvað annað í staðinn. Þú er ekki verið í vandræðum með það. Þú er snillingur, Inga. Það er einhver stíll yfir öllu sem þú gerir. Maður er líka að hugsa um litina. Ég til dæmis aldrei gulrætur með reykt og svínslæði. Litinni var ekki saman. Annars var ég búið að fundi í dag. Jó. Stofnaði ég að klúb. Jæja. HMS-klúbin. HMS-klúbin. Húsmaður með stúdentspróf. Að vísu risu upp nokkrar deilur hvað klúbburinn ætti að gera en ég held að þær hafi komið sér saman um góðgerðstarfsemi. Og ætlar að ganga í hann? Ég veit ekki hvort ég nenni. Ég er svo sem ekkert ofgóð að baka eina köku þegar ætla vist að byrja með kaffesölu. Hvað ert þú að eyða tímaðinum í það? Þú bakar köku, selur hann einhverjum til að tróða upp í sig og hann guppar upp peningum í staði sem hann lætur svo einhver þörfalingi fá. Það er ekki nær að fólk fengi bara peningana beint í hendur eins og annað fólk sem þarf á aðstoð að halda. Í staði fyrir að allt mannlífið fyrir að teitast eins og hrærivíðarspaðir í góðgerðarstólunni. Ég get eins varið tíma mínum í að reyna að gera öðrum gott. Jú, þetta elskar mín. Hvaða mælikvarða hefði á góða senni hjartan sem ekki verið kveðið í laun? Annars langaði mig heldur í HH-klúbin. HH-klúbin? Háskólamenntaðar húsmaður. Ég hef ekki kvalitísöld. Takk það ekki nærið þetta. Þú er valið þér góða hlutar. Af hverju segir þið? Ég veit ekki, ég er ekki valið að veit í biblíuna. Skrítið. Ég hef aldrei tekið eftir þessu áður. Heyrðirðu það? Heyrðirðu hvað Kristur sagði? Hún hefur valið sér. Hefur valið sér. Var ekki gyðingaland til forna forstokkað þjóðfélag? Það má hamingja veit að þú voru að spyrja eitthvað kirkjunamann að því. Annars myndi ég ekkert með þessu. Ég ætla bara að þakka þér fyrir þinn hluta fyrir heimilið og fyrir veisluna. Þessir útlendingar þeir leggja nefnilega mikið upp úr því hvernig einkalíf manns kemur þeim fyrir sjónum. Þeir fá traust á manni sem businessmanni ef maður á fallegt heimili og myndarlega konu. Og forstjórafrúin líka er líftök hvers fyrirtækis og heimilið er hornsteinn þjóðfélagsins. Já, þetta er ekki biblíun, þetta er íslenskt gullaldarmál. Hornsteinn þjóðfélagsins. Og hvað er svo í blýhólk? Hvað? Þeir láta stundum blýhólk í hornsteininu, er það ekki? Jó. Og hvað er í þessu blýhólkum? Já, eitthvað til minni á bygginguna, eitthvað sem hefur sögulegt gildi, já, eða eitthvað verðmæti. Svo múraðir yfir. Og þessi verðmæti þau fá aldrei aftur að líta dagsins ljós. Já, ekki nefn í landskjálftum kannski. Hér á Ísland er allt byggt úr járnblandri steinsteypu. Hér hrynur aldrei neitt. Þú ætla þó ekki að fara að vera leið núna, einmitt er allt gengur sko. Við skulum frekar skála við tvö áður en gestirnir koma. Þeir koma hvert leið til þetta nærmast. Finn ekki fyrir smáborgunum augnatildum og áhrifsmáttur þeirra er minni en lúsarinn. Þetta er dásamlegt. Hún hefur aldrei verið með lús.
Ertu í byltingunni, góða? Byltingin er fyrir þá sem háður umhverfinu, þessum fiskar sér sprikli net, smáskítur. En mér skildist þið ekki að breyti, þið unga fólkið. Einhver verður að gera það. Inga, það þú verður að fara, það er rigning út og hún er skólans. Þú þarft ekki með, ég verður enga stund. Inga mín. Fyrirgefið. Mér fannst svona endilega rétt í svip að það þyrfti að breyta ykkur. Æ, mamma, viltu hjálpa mér? Hvað ertu að pröfa ykkur með? Þvottapoka? Já, þvottapoka. Jesús minn, nú skildi ég hlæja maðurinn væri ekki dauður. Mannkynni að þau eru að hrifna þeir með alla þessa þvottapoka. Heyrðu, hættu þessu. Já, en mamma, Líður ekki vel. mamma, kennarinn sagði að... Þeir eru að koma, hluttu átnaskapin. Loksins komið. Loksins, við erum stundvísir. Já, það eru þið reyndar fyrirgefið. Það er taugakerfið í mér sem gengur á hratt. Og að bíða eftir ykkur á snemma og sá sem er á snemma á ferðinni hann er jafn og stundvís og hratt sem kemur á seint, ekki satt. Það finnur maður svo vel þegar maður er að vona gestum. Ekkert er jafn óþolandi og gestir sem kom á snemma. Inga, það er engin þarf að fara í gegnum þessi plögg strax. Það er ekki betra að jafna þetta dálítið. Það er jú svo skammt liðið síðan. Við getum vel stegið þess á frest ennum stund. Nei, með því móti er einhverslega á frestum og sorginu. Hvað áttu við? Já, í ykkar augum eru tilfinningar og viðskiptauppgjör sjálfsagt áskild mál. Ég held að allir hafa fullan skilning á því að sorg í húsið þar sem... Sorg hefur ekki komist það í þessu húsi. Hvert sinn sem ég reyna að laða fram í hugan mynd af Ingólfi eins og hann var, reyna að minnast þeirra góðu stund þegar við áttum saman, missi ég samstundi sjónarráði aftur. Það er ekki haldið því föstu fyrir áhyggjum af peningum og lífsafkomum. Ingólfur sjálfur hverfur mér. Ég var svo háð honum fjárhagslega að mér er fyrirmunað að syrgja. Stundum, það er hræðilegt. Stundum fyllist ég ofsareið í hans garð. Hvernig gat hann gert mér þetta að deyja? Já, þetta hnexlar ykkur en. Ég hélt að væri sjálfsagður réttur hvers manns að fá að syrgja sína nánustu. Ég var að vona þegar allt væri komið á hreint þá myndi mér skila eitthvað áleiðis til heilbrigðrar sorgar. Ég er hræddur að sú leið verið torsóttar en við héldum í fyrst. Hvað þú? Þú vissir að fyrirtæki var skuldum. Já, ég vissi það. Hafðu nokkuð hugmynd hve miklar skuldir vildu á fyrirtækinu? Hver mikla? Byttu fyrir þér. Því gat ég farið að skipta mér af því. En hitt er mér auðvitað ljóst að það er ekki hægt að byggja fyrirtæki frá grunninum að taka lán. Eignirnar hrökkva ekki fyrir skuldum. Hrökkva ekki fyrir skuldum. Nú, það getur ekki verið rétt. Það er ekki satt. Hann talaði alltaf um gróðar. Það er hægt að reikna þessi skuld til ávinnings meðan maður er enn á lífi. Það er að mér sé hagkvæmara vegna skattfríðindana. Þetta lítur að vera misskilningur. Hann talaði alltaf um að þetta gengir svo vel. Það var líka rétt hjá honum. Hann hefur reiknað með að fyrirtæki skilaði arði síðar. Hann var ekki óreiður maður, þvert á móti. Hann var það sem kallaður flinkur business. Ingólfur verður palíkt í gröfinni og fólkið fær ekki peningana sína. Á ég að bregðast bæði lifendum og dauðum? Þú átt ekki öðru vör. Verð að finna einhverja leið. Ég get ekki horft fram hann nokkurt mann. Stramt tekið getur þú
hvaða mann sem er. Ingólfur skuldaði ekki fólki. Hann skuldaði bönkum og stórfyrirtækjum. En ég er þó manneskja. Ég get ekki fallist frá skuldbendingum. Það veit allir að þú getur ekki tekið að þér að greiða þessi skuldir. Það ætlast enginn til þess. Ætlast enginn til þess? Og til hvers var mér þá innrætt siðgæðiskennt, má ég spyrja, ef enginn ætlast til sín notana? Ég átti þó fyrirtækið að hálfu við hann. Það fer eftir hvernig það er litið. Hjúskapareign og hjúskaparréttur er ekki eitt og hið sama. Fyrirtæki og tekjur Ingólfs taldust hans hjúskapareign. Þú hafði ekki hjúskaparrétt yfir öðrum heimil ykkar, það er að segja því húsi sem þið bjugguð í, auk þess sem taldist til húsgagna á heimilinu, því sem notað var til þarfa barnanna og því sem taldist til nauðsynlegra vinnutækja þinna. Í þínu tilfelli voru það til dæmis eldhúspottarnir, hann hefði ekki getað veðsett þá án þín samþykkis. En sem sagt, þá sem aflaði teknana má ráðstafa öllu umfram það sem ég taldi bála að vinn án samþykkis hins aðilans. Án mín samþykkis? Það sama hefði gilt hann ef þú hefur aflað teknana. Maður aflað tekna, kona. Í öll þessi ár sem ég var fríði heimilisins, líftug fyrirtækisins, dýrasta hnossið í hornsteini þjóðfélagsins, hef ég þá ekki átt rétt á öðru, ég unnið fyrir meiru en fæði, klæðum og húsaskjóli? Stramt tiltekið nei, en þú hefur þú haft betra fæði en margar aðrar, þá réttarstaðan hefur verið söm. Já, Ingólfur gaf vel á garðan. Og húsið er þín séreign, þú varst heppin þar. Og þær sem ekki eru heppnar, Það er treysta von og biðja kannski. allavega sér það en siðferðilega ábyrgð er ekki að ræða þinni hálfu. Ef við túlkum lögin til hins ítrasta, þá má segja að hún öðlist fjárhagslegan og siðferðislegan rétt til jafns við hann dauðan. En verkar siðferðilega ábyrgð aftur fyrir sig? Eitt er mér ómögulegt að skilja. Hann var ekki neinu lífeyrissjóði, en samt líftryggðan sig. Af hverju líftryggði maðurinn sig? Hann hefur kannski ætlað sér að lifa lengur. Þá hefur að minnst haft eitthvað, því ekki bætur það ekki nema í ár. Þá er það farið. En eftir á að hyggja, úr því ég er svona ákaflega verðlaus, var þá nokkur ástæða til að bera hag minn fyrir brjósti. Það hefði þá ekki verið nema mannúðarástæðanum sem hann hefði tryggt mig. Nema hann hefði tryggt mig sem móður barnanna. Hann hefði eins getað keypt líftryggingu, bara út af börnin. Þá er það farið. Og það er langt í sorgin enn. Það er líka of seint að hugsa það, maðurinn er dáinn. En það er eins og skipti ekki máli hvort fólk er lifandi eða dauð. Skinnfærin á fólki eru dauð og lokuð frá vöggu til grafar. Sér hvorkinni heyrir hugsun tómmál að tala. Ekki fyrir nóskupin dynja yfir. Þá vaknar fólk við vondan draum. Hún er undarleg þessi árátta mannsins að gera veruleikann á vondum draum. Það er sátt að vakna við Martin. Það staulast í náttmyrkrinu, sturlaðir og ótta og ógnandi, fram á baðherbergið og dembir þessu kaldi vatni. Maður reynir að þvo framan á sig drauminn með köldum, blautum þvottapoka. Líka, hvað er það? Það er bara þetta með þvottapoka. Mér kom allt í einu í hug að ég nota aldrei prjón. Já, en staðan sem var laus hjá þér, mér kemur það auðvitað ekki við, en hver fékk það? Það er ekkert launungamál. Ég réði hérna unga stúlku nýútskrifaða. Var bróðir minn kannski á land? Nei, alls ekki. En það er langt síðan þeir tóku það frá hingað. Og tímandi breytast og skólandi með. Og vegna skólan taldi ég heppilega ráði í þetta unga stúlku sem er svo að segja aðeins með nýju vandamál í huga.
átt að vita hvað það kostaði mig mikið að... Hann hefði átt að vita hvað það kostaði mig mikið átak að komast í þetta viðtal til hans. Og var það þó innan borgarmarkana. Veistu það, innst inni þá var ég dauðhrædd að ég fengi starfið. Gekk eftir öllu þessum löngu göngum, fyrir öllu þessi hvössu horn. Ég var sannfærð ég myndi aldrei læra þetta. Þið sáu mig. Það prófið mitt kannski að laga. Það er ekki auðmýktinn og lítillætið. Það er engin takmörk fyrir því hvaða dygðir maður getur innrætt með sér. Dygðir sem eiga rætur í raumennsku. Ég kann ekki að sækja stöð. Ég þori ekki að sækja stöð. Það venst að. Það venst að? Átturinn kannski? Þú heyrðir hvað hann sagði. Ungu fólki er eðlilegra að laga sig að breytingu. Og ég sem hélt að væri nóg að taka fram mitt óbreytanlega kennarapróf upp úr skrínunni heima hjá mér. Rétta það fram. Verskú, hér er minn andlegi heimanmundur. Og leiðar á skólabálablaðs nemendakennara Háskóla Íslands. Margir kennarar hafa starf sitt sem tekjulind og aukastarf. Hér er helst að ræða heimavinna til húsmæður sem tekið hafa kennarapróf og taka að sér kennslu til að drýja tekjur fjölskyldu sinnar. Og hafa þær oft verið dásamaður sem bjargvættir skóla sem eru í kennarafræki. Það er vafamál hvort það leysi jafn mikinn vanda á þær skapa. Einhvers staðar verði ég að fá vinnu. Einhvers staðar. Ég skal tala við Ingimundi í bankann fyrir þig. Bankann? Þú þekkir hann. Já, ég þekki hann. Hann hlýtur að geta tekið því í sparisjóð. Starfsaldurshækkun bætist ofan á. 10.800, 129.600 á ári. Er það ágóðinn af starfi mínu til þessa dags? Starfsaldur 4 ár. Ég fá auðvitað ekki starfsaldurshækkun fyrir þau ár sem ég dvaldi í hornsteini þjóðfélagsins. Þar er eilífðin ekki spillt með talningu aldurs í ára. Þetta þarf ekki að vera svo erfitt. Þú hefur verið þar áður. Já, ég hef verið þar áður. En þá var allt góð. Maðurinn manns var í námi. Maður gerði allt til að hjálpa honum. Áfram. Það var næstum sama hvað maður gerði það.
Milli fagrar nætur dvel ég stund. Það var sem vorsins tærasta von gengi á minn fund. Hún hvíslaði orðum sem kjarkinn mér gaf, að horfa fram á veginn og lifa það af. Á Ísland allra veðra von, en það mig dreymir að allir sem á eyju ís og elds aldrei því gleymi að við höfum hvort annað tryggð við land og þjóð og landið sem skáldin ortum sín fegurstu ljóð. Hún hvíslaði orðum sem kjarkinn mér gaf,